Halldóra, til hamingju með þennan árangur. Þú ert í öðru sæti í flokki götu- og brautahlaupa og utanvegarhlaupa. Já, takk fyrir. Þetta sýnir svolítið breidd og fjölbreytni. Já, en þetta hjálpa líka hvort öðru fyrst mér sko. Já. En bara brautin, hún keyrir upp hraðan og hún er alltaf sterk þegar maður fer sér inn í utanvegarhlaupin líka. Já. Og þetta er líka ákveðin styrkur bara. Já. Hvað er svona á döfinni hjá þér á þessu ári? Nú ertu náttúrulega, þú ert ólétt núna? Já, það er bara held ég það sem er á döfinni sko. Er það ekki? Svo kemur hitt bara í ljós. Já, hvenær áttu að eiga? 20. apríl. Já, þannig að þú getur verið þú ferð eitthvað að skokka í sumar. Já, algjörlega. Ég En kannski mun eitthvað að láta sjá mig í keppnum sko. Það er bara fyrir eftir því hvernig bara allt gengur. Hvernig hvað maður getur í rauninni sett marki átt eða bara gott að mæta og keppa. Já, en erfitt að skipuleggja eitthvað núna, bara að sjá hvernig hlutinir þróast. Já, og bara líka leyfa sér að njóta þess að vera bara með lítið kríli. Já, en eitthvað svona, ef þú horfir lengra fram í tíma, svona, bara hvert leitar hugurinn svona, í hvað leitar hugurinn? Er það bara að halda þessari blöndu af götu og fjallarhlaup og er ekki bara að hafa gaman? Er það ekki máli? Jú, það er eiginlega bara, mér langar að bara halda í gleðina. Já. Og mér finnst bara ótrúlega gaman að púsla þessu svona saman. Þú veist, mér finnst bara ótrúlega gaman að vera í brautinni á veturnar og fara síðan sko meira yfir á götu og sem utanvegarhlaupin á sumrin. Einhver góð ráð til ungra kvenna sem eru svona að byrja eða komið svolítið á stað í hlaupin? Hvað segir þú? Það er bara að þetta á að vera gaman. Þetta er bara, ef þetta á að vera lífstíl, þá verður þetta að vera gaman. Frábær lokaorð. Takk fyrir þetta og aftur til hamingju. Takk hérlega.